Já, komið sæl. Við höfum hérna laðasvæði í suðvestur á landinu sem að kemur til með að stjórna veðrinu hjá okkur núna næstunni. Það er svona einhverju úrkomu sunnan og vestanvert landið. Nú síðan höfum við laðadrag sem að tegir sig hérna alla leiðina frá Bretlandseyjum til okkar og það kemur nú til með að valda einhverju úrkomu hjá okkur svona á þriðjudeginum. En síðan höfum við þessa hæð hérna fyrir norðan okkur og hún kemur nú samkvæmt spán til með að taka völdin hjá okkur á miðvikudeginum. Þá finnum við að létta til hjá okkur all landið og þá sérstaklega fyrir norðan. En ef við lítum á hitasviðið að þá er hlýr loftmassin sem er nú komin hérna út á Atlantshafið og hann er nú komin hérna til okkar einnig þannig að það verður hlýtt hjá okkur næstu dagana og við getum alveg búist við að sjá hámarks hitatölur yfir 20 stigin og það er ekki annað að sjá að það verði svona hlýtt í veðri hjá okkur alveg fram eftir vikunni. En við skulum líta á Íslandskortið fyrir morgundaginn. Það verður ákveðin austanátt hjá okkur. Það verður svona nokkuð strekkingur hérna við suðurströndina og það má líka búast við því að það verði svona úrkoma á og til hérna bæði sunnan og vestan til og þá svona sérstaklega á Suðurlandi. Aftur á móti norðaustan til er gert ráð fyrir að það létti til í suðaustanáttinni og fari jafnvel að sjást eitthvað til sólar. Og þar verður líka einnig hlýjast á morgun og hæstu hitatölur dagsins gætu þess vegna alveg náði upp í 22, jafnvel 23 stig. Nú síðan áfram á mánudeginum að þá er nú gert ráð fyrir það verði nú svona ákveðin austanátt hjá okkur, það er nú gert ráð fyrir því að það verði svona nokkuð þurrt og bjart hérna landið norðanvert og þar ætti hitatölunar aftur að verða hæstar, jafnvel eitthvað yfir 20 stigin. En sunnan til aftur á móti gert ráð fyrir að verði nú svona nokkuð þungbúnara og gæti orðið einhver úrkoma hérna við suðurströndina. Nú síðan áfram á þriðjudeginum að þá þetta lægðadrag sem er að svona sveima hérna fyrir sunnan okkur að svona ná að koma hérna inn á landið þannig að það má búast í því að verði nú svolítið blautt hérna við svona sunnan til á landinu en norðan til aftur á móti gert ráð fyrir að verði þurrt og gæti orðið svona bjartasta veðrið á Norðvesturlandi og það verður áfram hlýtt í veðri hjá okkur, hitatölur víða milli 15 og 20 stig. Nú síðan á miðvikudeginum að þá er gert ráð fyrir að hæðin sem er hérna fyrir norðan okkur að hún komi hérna svona suður á bóginn og svona byrja aðeins að taka völdin hjá okkur. Þá hægist núna vindinum verður komið svona hægbreytileg átt hjá okkur og það fer að létta til verulega landið norðanvert. En áfram má nú búast við einhverju lítilsháttar vætum landið sunnanvert en eins og við sjáum á hitatölunum að þá verður áfram hlýtt og áfram getum við búist við að sjá hámarkshita yfir 20 stigin. Nú ef við lítum aðeins til Evrópu að þá er nú hitabylgja hérna í hámarki hérna í Skandinavíu, hitatölur hérna hámarkshitatölur víða yfir 30 stig. Annars staðar í Evrópu er nú hitinn farin að lækka og talsvert úrkoma víða, einkum hérna á Balkanskaganum og einnig gert ráð fyrir að helli rigni á norður Ítalíu á morgun. Aftur á móti á Íberíuskaganum er nú gert ráð fyrir að verði nú farið að létta til og verði aftur komin glampandi sól og hámarkshitatölurnar í Portúgal eru nokkuð þægilegar, svona milli 20 og 25 stig og sömuleiðis á Kanaríeyjum. En ef við lítum vestur hafið þá er nú gert ráð fyrir því að það verður nú áfram úrkomusamt hérna á Flóríduskaganum og einnig svona skúrilenga við Mexíkóflóa. Síðan er úrkomusvæði sem er nú á leiðinni hérna austur á bóginn við vötnin Miklu. En annars er nú þokkalegasta veður, það er nú hæðarsvæði hérna yfir miðríkjunum og sólin skín þar víða. Nú ágætis veður hérna við austurströndina og síðan er einnig hlýtt og bjart vestan til. En á morgun hjá okkur er gert ráð fyrir ákveðinu austanátt, það verður einhver úrkomi hérna bæði sunnan og vestan til en norðaustan til er gert ráð fyrir bjartviðri og það verður hlýtt í veðri. Segjum þetta gott að vera í kvöld, verið sæl.